bara byrjum Björgvin, bara, veist, þetta alltaf munur á milli deildanna, veist, þetta allt annað umhverfi sem að fara inn í á allan háttir það ekki heldur en það verið í síðustu ár. Jú, það rétt að þetta gríðarlega mikill munur, meiri umfjöllun og hún getur bæði verið óvægin og væg og leikmenn þurfa að vera tilbúnir í það. Allir leikir sýndir í sjónvarpi og það tekin tölfræði og öllu. Og ég bara vonast til þess að við fáum líka mikið af fólki á okkar leiki. Og styrkur liðanna mjög mikill. Þannig að þetta mjög stórt skref. Nýlega deild, austfirsk lið ekki spilað í efstu deild kvenna í 35 ára verða, 30 ár. Hver svona markmiði sem farið inn í tímabilið, þú veist? Og hvaða lið sjáu þið fyrir ykkur verði í kringum ykkur? Svona í fljótu bragði þá var svona verið að reikna með Fram og Tindastól, ekki þó ég sé að gera það heldur, það var svona almennar spár það að þetta væri við Fram og Tindastól. Mér sýnir svona Tindastól hafa styrkt sig töluvert og Fram töluvert, þannig að það verður svolítið gaman að sjá hvað verður. En markmið okkar var náttúrulega fyrst að gera liðið svolítið fært í að fara inn í bestu deildina og svo að reyna náttúrulega að halda liðinu uppi. Það verður mjög krefjandi verk og raunir bara spennandi en það náttúrulega töluvert erfiðar að fara gegnum kannski fjölda leikja á þess að raunir vinna og halda liðinu mótiverið til að sækja þessi stig sem þarf til að jafnvel hanga uppi og við höfum nýtt okkur ansi góða aðeila til að hjálpa okkur með það að undirbúa liðið svolítið andlega fyrir mótið. En þeir fara með allt annað bolta minna í fyrra þá gátu þið sótt og bara en sem væntanlega lið sem að fara að berjast til falla berjast fyrir að halda sig í deild þá viðbúið að þetta þið þurfa að spila miklu meira varnarleik heldur en Já, og við þurfum að spila töluvert betri varnarleik. Það var lagt svolítið upp með að skora meir en andstæðingunni í fyrra sem alveg skemmtilegt fyrir fólk að horfa á en mótið að nú þurfum við að hugsa hvert stig og þá þarf að snúi sig við og við erum alveg með hóp sem á að geta bætt varnarleikin en það þýðir það að þú ert ekki með eins mikla þungamiðju í sóknarleik og ert ekki að fara að ná kringum 30 skot á marga andstæðingan í leik. Þannig að við þurfum að hækka nýtinguna á færánum þá á móti ef við ætlum að ná ykkur úrslit. En annars það rétt hjá þér. Við erum ekki að fara að henda öll í sókn og reyna að skora meira en lið sem eru lengra komin en við. Hafa leikmenn verið tilbúin í þetta verkefni í vetur, en væntanlega hefur verið töluvert meira æfingar, menn þú segir mér að þetta er bæði bara líkamlega hraðari deild, væntanlega harðari og svo bara þetta langa tími, menn þurfa að vera virkilega í góðu líkamlegu formi til þess að handla þessa deild. Hafa leikmenn verið tilbúinir í þetta verkefni? Ég á því að við þurfum og raunur lengri tíma til að nálgast þau í þeim þætti. Við erum mikið ungu leikmennum sem eru ekki komnir alveg á þann styrktarbasis eins og leikmenn í efstu deild og það eitthvað sem við þurfum að ef við náum að halda okkur uppi og þá erum við búin að kaupa okkur ári viðbúð til að móta. Ef við fyrir niður aftur og þá vitum við hvað við erum að gera þá getum við haldið áfram að ýta á það. En ég myndi segja að við verum ekki komið nægilega langt á veg til að vera með þennan styrk og þannig þetta úthald sem þarf til að ná upp alvöru pressuleikjum og öðru slíku. Þannig að við höfum þá mótið þurft að sækja okkur leikmenn og reynda að hafa það í þeim styrkleika að þeir getur komið með eitthvað að borði til að hjálpa við það. Hvernig hefur gengið að sækja leikmenn í vetur? Þeir komið 5 leikmenn erlendis frá allavega einhverjir og eitthvað innanlands líka hvernig hefur þetta gengið? Hvernig þessir
leikmenn sem hefur fengið? Þetta hefur verið meira bras þetta ári heldur nokkuð tíma fyrir. Það var aðalega tilkomi vegna nýstofnuð deild í Bandaríkjunum sem að taka mikið til sín og svo kom ný deild í Kanada líka sem að taka til sín. Þannig að við erum kannski ekki alveg á fyrsta blaðsliðinu og ekki einu svona þriðja, við erum á fjórða blaðsliðinu og meðal annars þá var svona mótorinn okkar á miðjunni Selena sem átti að koma hingað. Að hún gat ekki losnað fyrir en kom seint út að hún gat losnað eftir að félagsklukkan var lokað við okkur, þannig að eina sem hún gat gert í stöðunni var að finna eitthvað annarlunda lið og samdi við Selfoss, en svo lendir hún í meiðslum þannig að hún kemur ekki til Íslands þetta árið. En við höfum reynt eins og við getum að reyna að fá svona þau gæði sem hægt var að fá inn í það sem okkur vantaði og meðal hans þá eru komnar 5 stelpur sem eru nokkuð svona að gefa okkur mikið, en þetta er svona meira púsl heldur en hefur verið og svo er einu viðbótarleiðinni, það verðum með 6 leikmenn erlendis frá og því fyrir sem þær komast inn í okkar umhverfi og þá verður þetta auðveldara fyrir okkur. En er því svolítið ekki mál að vera að skipta alveg bara 5, þetta er hálft lið, 5 leikmenn út? Inn út og inn. Já, það er svo nokkuð með, það er einhverju sem verið áfram. Já, auðvitað er það mikið mál, en við getum fengið meiri gæði, gæða leikmenn ef við erum að skipta reglulega. Ef við ætlum að semja við það til lengri tíma þá er það bara töluvert dýrt fyrir klúbbinn, þannig að þetta er bæði ódýrara og við erum að selja okkur sem stökkbretti, koma leikmennum áfram og það hefur sýnt sig að leikmenn hafa komið hingað, staðið sig vel og farið víðsvegar, bæði í Evrópu og svo í efstu deildinni hérna heima. Og þannig að rekord á okkur ansi hátt að síðustu 10 leikmennum og þá eru 9 þeirra sem bæði er annað hvort spila í Evrópu eða komni í stórlið hérna heima. Og þetta er, jú, það er rétt hjá þér, það er vont að vera skipt á hverju ári, en það er töluvert sparnaður í því. Þú ert ekki langtíma samning og borga leikmennum út árið og ef við værum með minni ferðakostnað þá kannski getum við það. En hins vegar er annað sem við þurfum að fara að skoða, það er komin svolítið sala á leikmennum í kvennafótbolta. Að þá gæti farið að borga sig að semja lengur við góða leikmenn og með í það í huga að hreinlega selja þá. Þið hafið svolítið stundað það ekki rétt sem er að þið hafið, það eru sérst einhverja búðir eða svona vettfangara sem leikmenn koma út úr háskólaboltanum, þær eru að sýna sig, þeir fara þangað, valja góða leikmenn, þetta er svona þeirra fyrsta skref inn í atvinnumennsku, eins og segi, stökkbreytt inn í Evrópu. Já, ég hef farið á hverju ári og stundum oftar en einu sinni að skoða leikmenn í Bandaríkjunum og þá verði það svona svokölluð combines þar sem leikmenn koma saman og raunur æfa undir okkar stjórn eða spila undir okkar stjórn og þetta eru jafnvel þjálfarar alls staðar að, þannig að þú kannski ert í samkeppni við aðra þjálfara þá leikmenn sem eru góðir og þá þarfst að vera með góða söluræði til að vera fyrir ofan þá sem er eins og í fyrra, þá vorum við náttúrulega fyrst deild og kannski einhver með mér sem var úrvalsdeild og svo kannski einhver frá Svíþjóð eða Finnlandi eða eitthvað með. Og það hefur líka alveg komið fyrir að það hafa kannski verið ekki nema 2-3 nægilega góðir sem við vilja fá. Þannig að þá hefur við þurft að leita bæði umboðsmenn og víða til að finna leikmenn. Og hvernig gekk þetta í vetur? Þú sagði að vera pínu bras út af þessari auknu samkeppni með þessum deildum í Norður-Ameríku. Já, ég vil meina það að þetta hefur aldrei verið eins krefjandi að því að oftast hefur verið bara búin að finna leikmennina bara strax í janúar. En þannig að þetta tók lengri tíma núna og var svo rétt að klára leyfið þeirra þegar við hittumst á Spáni núna í byrjun mars. Hvernig ferðu að þessu? Þér hefur lukkast mjög vel að finna leikmenn og þú verður að hjálpa að kalla með hérna líka. Þetta er mikill iðnaður út í heimi að finna leikmenn. Menn eru í gamla daga þá vorum bara sáleikmenn, menn hafðu eitthvað tilfinningu fyrir þeim. Í dag er þetta heilu tölvudeildirnar hjá stórliðunum sem eru að reikna út
getur leikmanna, hvernig? Það náttúrulega, til dæmis að með væskátt og þá getur fengið ansi miklu upplýsingar en það ekkert allar deildir eða öll lið með það þannig að þú hefur kannski finnur einhvern leikmann sem kannski ekki endilega með neitt data á bakvið sig en hann getur alveg vissulega verið góður eins og til dæmis Lilly sem kom hérna frá Bandaríkjunum kemur inn að hún hafði ekki data á bakvið sig nema að hafa verið þá í yngri landsliðum Kína og við tókum bara góðan séns eftir að hafa séð hann spila á æfingum af því að hún var nægilega góð til að koma og gera eitthvað fyrir okkur. Og þetta svolítið mikið að vita hvað vantað og vita hvað að reyna að sækja og helst líka aðeins að reyna að stíla inn á svona karakterseinkenni. Þannig að þú þarft fyrir íslenska bolta þá hefur mér alltaf fundist best að reyna að sækja eitthvað svona X-faktora og það hefur bara gengið nokkuð vel. Ég held að það sé ekkert meira að bæta þar sko. Þið búin að loka hópnum? Þú segir að það sé 7. erlendi leikmaðurinn á leiðinni þið komin með hópið sem ætlar að vera með í sumar eða ætlar að vera aðfram á síðustu dag? Nei, ég gerir ráð fyrir það að þessi 7. sé sá síðasti sem fáum og ef það einhver sem yrði nógu spennandi einhver hérna á heimamarkaðinu sem vildi fara á lán þá gætum við kannski skoðað eina slíka en annars ætti þetta að vera komið. Það kom leikmaður frá Breiðablik að láni eins og við skiljum fréttir þá mun hún æfa með Blikum en bara spila með FHL. Hvernig? Já, hún kemur aðeins fyrir mót og æfir með okkur og kemur sér inn í hlutina og svo fyrir leiki að þá vantarlega kemur hún eitthvað fyrir og nær undirbúningi með okkur og tekur þátt í þeim leikjum sem við bara erum að spila. Og þetta fyrirkomulag sem gengur upp að hún næst svo sama eins sem þarf? Já, það það sem við erum að treysta á að leikmann hafið þannig reynslu að við höldum það og líka það að hún sé að æfa náttúrulega með toppklúbbi að þá sé hún bara klár í og verðist vera að fljóta aðlagast þannig að ég hef ekki ágjörð því að hún get ekki gert eitthvað gott fyrir okkur. Það búið verið eitthvað meiðsli á undirbúningstímabilinu hjá ykkur. Hvernig staðan á? Já, það það sem aðeins búið að vera að trufla okkur að Katrín fótbrotnar úti og kemur heim þannig sinn tiltölulega nýbúin í aðgerð og þarf að jafna sig og rétt að komast að stað núna en þá að tala bara að byrja að hreyfa sig og á þá aðeins eftir í land með því að komast inn á völlinn og svo eru nokkrar stelpur sem hafa verið svona örlítið hnjaskaðar María sem við fengum frá Fylki og hefur tengingu við Egilsstaði að hún að koma svolítið sterk inn núna en annars hafa þetta verið svolítið svona já, sennilega hluti af þessu að reyna að hækka álag að það fylgja því oft meiðsli þegar leikmenn ekki almennilega vanir því. Þið ætla að spila í Fjarðabyggðarhöllinni í sumar. Það eru svona fleiri velli sem menn hafa nefnt í umræðunni. Hvers vegna veljið þið höllina? Sumir trúa því einlega að fótbolti eigi að spila undir berum himni? Já, ég alveg sammála þér, en því miður þá bara á Austurlandi ekki velli sem nær reglum leyfiskerfis og meðal annars þá náum við bara í leyfiskerfi C sem lágmarkskrafa að komast í leyfiskerfið og það þarf að vera stúka og það þarf að vera ákveðnir búnsklefar og völlurinn þarf að standast ákveðin gæði og umgjörð og því miður engin annar völlur tilbúinn undir leyfi í bestu deild. Annað sem að maður heyri alltaf í umhverfinu það alltaf spurt þörf á allum sem erlendu leikmennum? Hvernig horfir þessi umræða við þér? Sko, það sem við vorum að leita eftir uppalega var að styrkja hópinn og okkur að alltaf vanta fyrirmyndir, fleiri fyrirmyndir
og höfum þá reynt að sækja leikmenn sem eru klárlega á þeim balli og það hefur sýnt sig að með þessum fyrirmyndum sem við hefum fengið að það hefur hjálpað og aukið starfið í knattspyrnu kvennamegin og við vonumst til það að gera áfram en náttúrulega langtíma markmiðið að geta fækkað erlendi leikmönnum. Talandi þessi langtíma markmið og undirstöður. Annað sumar í röð verða haldið úti undir 20 ára liði kvenna. Hvernig hugsið þið hlutverk þess liðs og hvernig spilar það við þetta úrvalsdeildarlið sem að fara af við? Þetta er reyndar bara frábært verkefni. Það brúar bilið á milli yngri leikmanna og meistaraflokksins og plús það að eldri leikmenn geta spila þar til að bæði komast í bæði leikform og jafnvel þá að það er komið til að koma meiðslum eða hvernig sem og raunur höfum þannig að þeir leikmenn sem eru ekki að starta leiknum að þeir spili þá annarflokksleikinn þar eftir til að fá spilamyndir. Eru margir leikmenn að fara á milli minna, eru margir leikmenn ganga, fóra leikmenn sem ganga upp úr 20 liðinu í hópinn í sumar eða hvernig? Nei, það er tiltölulega lítið. Við vorum með töluvert ungt lið í fyrra í öðrum flokk og þannig að við erum eiginlega með allar og munum nota líka stelpur úr þriðja flokk til að koma þeim upp á næsta level og þetta er góð brú á milli sem hefur ekki verið áður og þannig að ef þú ert svona næstu því nógu góð til að spila meistaraflokk þá hefur ekki jafnvel fengið nógu verkefni eða alla fengið verkefni en núna fariðu alveg vikulega leiki burt frá því sé hvort þú ert í hópum meistaraflokk eða hvað að þú ert ekki að spila í byrjunarliðinu þá ertu samt að fá leik hverju viku sem er frábært. Segðu okkur aðeins frá þessum nýju leikmennum sem eru að koma. Hver eigum von á? Hvað verður gaman með hverjum sérstaklega sem við eigum að fylgjast með? Þetta er svona að við getum nefnt nokkrar. Við erum að fá Kílan aftur í markið og sem ég myndi segja að væri bara jákvæð samkeppni fyrir hann Emblu okkar. Og hún er þekkt stærð. Hún er nokkuð solid markmaður, engin kannski súper en mjög solid og hefur evrópskt vegabréf sem hjálpar náttúrulega líka. Og svo erum við að fá Serba sem er hæfileikaríkur og mjög teknískur og getur skapað mikið fyrir okkur. Fyrir Sami fengum við svona fljótan kantmann sem ég bindi vonir við að fara að blómstra þegar á líður. Og tókum við öðruvísi típu af strækjar, vildum fá svona aðeins sterkari típu upp á topp af því að svona meiri barta við stærri leikmenn og sterkari leikmenn í úrvalsdeildinni. Og svo erum við með þarna svona blanda af miðjumanni þarna inn á milli og svo bind ég mikla vonir við leikmenn sem að fara að koma núna, stór og sterk. Varnarsinnaður. Hvað með heimastelpuna? Hver bindur vonir mest að þar eða hvað svona? Við erum með skemmtilegar, ungar og efnilegar. Björg hefur verið að koma gríðarlega vel út. Rósi hefur bætt sig gríðarlega mikið. Ég sé Katrínu þarna, ég sé Írisi, ég sé Hrafnhildi Eik, ég sé Kristof á mínútur og svo eru þarna fleiri stelpur sem eru að banka á dyrnar. Þannig að við eigum alveg töluvert af stelpur sem eru farnar að sýna frammistöðu en vantar stöðu líka til að vera banka fastar á dyrnar. Hvernig hefur bara gengið í núna síðustu vikur, mánuði bara finnst í samfélagi vera orðið vakandi fyrir að þetta er úrvalsdeildarlið, þetta er sjónvarp í hverju viku, er samfélagi komið, er stemming, er fólk að kaupa ársmiða og svo framvegis? Það var nú að vera að selja ásmiðu í gær þannig ég veit ekki alveg hvernig það er en ég ætla að vona að það er náttúrulega eftir tímabili fyrra að þá náttúrulega fer allt í dvala og ég ætla að vona að það er svona aðeins að koma eitthvað mynd og það að finnum aðeins fyrir því að samfélagi sé tilbúið að virkilega standa á bak við okkur
og við þurfum á því að halda virkilega hérna heimavelli að gera þetta sterku vígi og helst að fylla höllina í hverjum leik og vonandi þetta viðtal kannski hjálpar til að kveikja á einhverjum og bara skora á alla Austfirðinga og austur hvað landsbúa að koma á völlin og styðja við stelpurnar, það eiga það svo sannarlega skilið. Takk fyrir tíma. Það bara minnsta mál.